Hæ, ég heiti Ragnar Þór og ég ætla að segja ykkur frá því hvernig við ætlum að leysa það neyðarástand sem nú ríkir á húsnæðismarkaði. Vandinn verður ekki leystur öðruvísi en að brjóta nýtt land og við sjáum það til dæmis á þéttingarreitum eins og Heklureitnum á Suðurlandsbrautinni að þar sá ég íbúð til sölu 160 fermetra á 235 milljónir. Sömuleiðis í Vogahverfi að þar var 3 herbergja íbúð til leigu á 410.000. Það þarf að setja tímabundið þak á leigu eins og til dæmis gert var í Danmörku árið 2022. Við viljum líka skoða hugmyndir leigjendasamtakanna varðandi viðmiðunarverð á húsaleigu sem að myndi þá byggjast á kostnaðarverði íbúða og síðan fleiri aðgerðir eins og takmarka mjög útleigu á íbúðum til ferðamanna án þess að hamla því að venjulegt fólk geti leigt í 90 daga á ári til þess að losa tímabundinn greiðsluvanda eða slíkt. Annað mikilvægt atriði er að vera með húsnæðislánakerfi þar sem að báðir aðilar, bæði þeir sem taka lán og þeir sem veita lán, hafi hag af því að hér sé stöðugleiki og lág verðbólga, ekki eins og nú er að bankakerfið og fjármálakerfið græðir sjaldan meira en í ójafnvægi, niðursveiflum og hárri verðbólgu. Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd snýst meira gagnsæi, óverðtryggð lán til lengri tíma á föstum vöxtum, engin verðtrygging, hærra lánshlutfall heldur en nú þekkist allavega á Íslandi eða 80%, bestu mögulegu kjör sem hægt er að fá á markaði og taka í sjálfu sér ákvörðunarvald kjör á húsnæðislánum úr höndum bankanna og færa þau til fólksins. Mestu kjarabæturnar sem við getum barist fyrir fólkið okkar er að lækka kostnaði við að lifa, þar sem að húsnæðiskostnaður er stærsti kostnaðarliður hjá fjölskyldum og einstaklingum. Þetta hlýtur að vera okkar meginmarkmið í baráttunni fyrir bættum lífskjörum á Íslandi.